Já, velkomin aftur á Menntakviku. Þetta annar af tveimur fyrirlesturum þar sem við erum með saman Eiríksína Kristbjörg Ásgrímsdóttir og Kristín Björnsdóttir. Hver titillinn á þessu erindi, Eiríksína? Já, hann æsir gjöf til gjalda, sem merkileg málsháttur, eða hann lýsir til þess að það engin gjöf, það ekki að gefa gjöf, það nema að fá ætlast til þess að fá endurgjald. Og það hlýtur að vera satt því að það eru 7 eða 8 erindi í Hávamálum sem fjalla einmitt þetta. Og þetta eiginlega svona unnið upp úr Hávamálum. Þannig að ég ætla að fjalla þetta, gjöfin í skólastarfi og hvernig við skoðum það hjá grunnskólakennurum. Já, og þetta rannsókn sem að snýra að líðan og reynsla upplifun grunnskólakennara í almennum grunnskólum á öllu landinu. Og þú varst að skoða samskiptið, það ekki líka? Jú, af því að það náttúrulega gjafaskipti fela í sér samskipti, það er að skiptast á samskiptum og í samskiptum felast einhverjar gjafir og ég styðst við kenningar félagsfræðingsins Marcel Mauss sem að rannsaka gjafaskipti hjá ættbálkum og þar segir hann þetta að þetta sé hringrásgjafa, það sé gjöf, þú verður að taka við henni. Það voru svakalt að einhver vill ekki gjöf frá þér og síðan verður að endurgjalda hana. Og ástæðan fyrir því að nýst fólk vill ekki gjafir það sagt að maður þurfa að endurgjalda. Hann talar það líka. Og gjöf ekki bara gjöf, eitthvað svona efnislegt, heldur líka þjónusta sem þú veitir eða tilfinning sem þú gefur. Þess að einhvers konar ást eða annað. Þjónusta sem veitt, þegin og endurgóldin. Og eins og oft svona, já, hann var ekki eins og hann sagði ekki eins og takk fyrir, sko. Þetta bara, það til dæmis endurgjöf, það að þakka fyrir. Nú, ekkert í gjöf án skuldbinding eða þjónusta, eða eitthvað svona vænting endurgjöf. Og ég fjalla svolítið það í kennslustarfinu, vænting endurgjöf og hversu krafist af því. Og þetta tilfinningar, talaði svona samofnar samskiptum okkar, eins og ég sagði áðan. Og það alltaf fá störf sem að kræða svona flókina tilfinninga eins og kennsla og allt utanum marga einstaklinga sem að snertir þetta nemendur, foreldra, stjórnendur og samstarfsfólk. Það mikið gjafaskipti og það mikið samskipti og gjafaskipti fylgja þeim. Þannig að og ýmist endurgóldið ekki. Ég sá það svolítið í rannsókninni. Þú búin að taka viðtöl núna við 14 kennara af öllu landinu sem annaðhvort starfa á miðstigi eða höfðu starfað reynslaði að starfa á miðstigi og ég ætla að ákveða það fyrir okkur báðar að eyða ekki meiri tíma í framkvæmd rannsóknar og það þá bara hægt að senda okkur það ekki bara tölvupóst til að fá upplýsingar. Jú. Ef við snúum okkur núna bara að þessum, ég ætla að færa til gluggann með okkur. Já, ég ætla að lesa það eignast allt auka 20 börn. Já, þannig að ástin var ábyrjandi í viðtölunum og hvernig birtist þessi ást? Hún birtist í bæði segja kennara það beint að þeim þykir vænt börnin sín og þau segja elska mín og ástin mín og stundum finnst nemenda að finna skrítið og segja bara já, mér þykir vænt ykkur, þið eru líka að auka börnin mín. Eða líka það birtist í sögum kennara af atburðum sem hafa komið upp, áhyggjur sem þeir lýsa og þeirri samkennd sem þeir sýna líka í sögum sínum eða viðtölunum. Það ástinni fylgir ábyrgð og við höfum áhyggjur af þeim sem við elskum. Við sýnum samkennd og svona flestum öðrum og stundum tökum við ekki eftir neinu en hún felur líka í sér, þetta svona ástartilfinningar, áhyggjur, þó það séu kannski öðruvísi og samkennd. Það kemur fram í öllum svona mörgum sögum sem þeir segja. Þeir smyrja nesti fyrir nemendur sína og þeir sofa ekki á næturnar því að þeir hafa áhyggjur af nemendum sínum. Þannig að ástin eins og sínueldur, hún heyrir kannski einhvað en það fylgir henni mikil vinna. Og þeir hafa áhyggjur af þessari velferð og það birtist í mörgum sögum að skipti þá svona maturinn sem ég sagði á máli og þeir hafa áhyggjur af velferð og ástinni fylgir líka samviskubit. Þú vilt gera betur, þú vilt geta gert betur, því finnst þú ekki hafa nægan tíma til þess
og líka þú vilt geta sinnt öllum, það tala aukna nánd, að þeir segjast oft ekki geta, vilja gera betur, allir kennarar vilja gera betur og það felst í því að gera betur, að fá meiri tíma og aukna nánd og það þýðir þá væntanlega færri auka börn eða færri nemendur í bekknum. Og þeir hafa áhyggjur af þeir kom ekki námslega vel út, manni finnst maður hafa brugðist þeim ef þeir kom ekki nógu vel út í þessum prófum. Já. Og svo það gefandi, það þessi gjafaskipti, þannig eitt kennari segir ég sýni þeim að mér þykir vænt þau og fæ sama móti algjörlega. Og þá erum við komin eða ekki að endurgjöfinni? Jú, þá erum við komin að endurgjöfinni. Þetta gjafaskipti sem er eðlilega hringrás. Nú, já. Og þú ert búin að skilgreina í raun og veru endurgjöfina í bæði svona jákvæða neikvæða endurgjöf, búin að smíða ný orð, endurgjöf og andgjöf. Viltu eitthvað útskýra þetta betur fyrir okkur? Já, þetta hljómar svona eins og fuglasýning, endur og andabær. En það var pínu erfitt að ég var að flokka þetta niður og skoða þetta. Endurgjöf náttúrulega er svona eitthvað jákvætt sem gerist. Börnunum gengur vel eða þau segja mér þykir vænt þig eða koma og klappa kennaranum eða hvað sem gerist. Endurgjöf er leiðbeinandi, það er þá í formi leiðbeinandi frá samkennurum eða frá stjórnendum og svona styðjandi frá foreldrum og já, það er rétt sem þú ert að gera í formi hróss eða einhvers annars, jákvæð. En svo er það sem ég fór þá bjó til þetta orð andgjöf, það er gjöf sem enginn vill þiggja, það er samt ákveðin gjöf. Það er ekki svo gjafaskipta kerfið, það er bara, ég vil ekki gjöfina hérna, það er þá skammir sem því miður fylgir alltaf mikið í kennslustarfinu, það eru margir sem að skamma kennara. Og svo er það þöggun, þeir fá ekki það sem að biðja eða það er svona skellt skollaðurum við því að þeir vilja stuðningur á stjórnendum og umhverfinu kringum sig. Og svo þegar kennarar eru klagaðir, það vill auðvitað enginn átt að klaga sig, þannig að ég kalla þetta andgjafir. Ég vil ekki þetta, og þá líka verður svona ákveðið vonleysi á kennurum að því að þeir eru að leggja sig mikið fram, þeir eru að gefa ákveðna gjöf og þeim þykir vænt nemendur sína, þeim þykir vænt vinnuna sína líka. Og þeir lýsa þessu mjög bara beint út eins og þetta með efli sjálfi, það er svona hvatningu að hróstur á stjórnendum og eins frá foreldrum. Mér sárnar oft hvernig talað þegar maður veit hvað maður er búin að leggja ógeðslega mikið á sig. Þetta er manneskja sem þarna er að tala inn í almannaróm sem er svolítið plássfrekur í rannsóknum okkar. Og En nú eru líka kennarar svolítið svona varnarlausir gagnvart bæði almannarómi og líka gagnvart kannski einhverjum ásökunum sem verða fyrir kannski til dæmis eins og á samskiptamiðlum eins og Facebook Já. Það er plássfrekt líka að kennarar náttúrulega eru bundnir þagnarskyldu og virða mjög trúnað við nemendur sína og skólann sinn og allt sem við kemur þeirra vinnu. Og þeim sárnar þessi almannarómur og fjölskyldu þeirra hafa líka lent í að þurfa að verja starfið þeirra og þetta er eins og eitthvað svona lifandi ský sem hangir svolítið yfir okkur Íslendingum. Það er þessi klísja að kennara vinni ekki vinnuna sína þeim sé ekki treyst og það hefur mjög neikvæð áhrif og það er skömm. Já. Og svona hálfgjör klaufamál sem að fylgir því og það er eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða. Betur. En ef við heldum nú áfram getur þú kannski lýst fyrir mér hvernig kennslustarfið sé gjöf í sjálfu sér? Já, það var svolítið skemmtilegt og áhugavert að margir kennarar sem ég talaði við, þeir fóru í kennslu af því að þeir voru hvattir áfram af einhverjum eða þá að kennarar þeirra var svo góður, hann var fyrirmynd, það voru nokkuð það og þannig að þá voru kennarar líka að gefa gjöf lengra, það er gjöfin sem gefur að þú ert að er það góð fyrirmynd, góður kennari, barninu líður vel hjá þér og það ákveður bara 9-10 ára að verða kennari af því að þeim þykir vænt kennarans. Að þeir kennaran ekki vænt, þetta er mjög flott gjafahringrás. Kennarinn gefur gjöf, þú þiggur hana og þú verður fyrirmynd og þú gefur svo tilbaka til samfélagsins. Og kennarar, þetta er líka
menntun, þetta svona eitt af stöðum, þú velur þér ákveðin nám og þú veist nákvæmlega hvað ætlar að gera, en fólk fyrir viðskiptafræði og það veit ekki hvað það lendir. En kennarar velja þetta af því þeir ætla að vera kennarar. Og þeir ætla ekki að vera neitt annað. Þannig að En hvernig tengist þá þessi gjöf þá bara beint nemendunum sjálfum? Já, nemendunum sjálfum. Þeir vilja sjá árangur frá nemendum. Þeir vilja koma þeim áfram, ár eftir ár, mánuð eftir mánuð og þeim finnst mjög gefandi, það sem þeir upplifa gefandi í vinnunni, að sjá þegar nemendur læra. Bara allt í einu kveikna á ljósaperum, eins og eitt segir, það gefur mest þegar krakkar kveikja á ljósaperum, það eitthvað óskemmilegt. Og það svo frábært að horfa að kenna að lýsa þessu og eins og eitt segir líka, bestu starfið eru þessar gullnu stundir þegar maður sér árangur og sér ljósaperum að kvikna, þessi skemmtilegu samskipti í allar áttir, það er það sem ég gefandi. Það er samskipti í allar áttir. Ef að það virkar og það er text og allir leggja sig fram og eins og við segjum að allir gefa afslátt, þá gengur þessi hringrás gjafaskipta við. Algjörlega. Og það er líka þetta samstarf, gott samstarf, það er hrós, aðstoð og samkennd. Og það er gefandi í starfinu og það er gefandi í starfinu, það er fjölbreytni, enginn dagur eins, ekkert barn er eins. Þeir vilja ekki hafa alla eins kennarar og kannski samfélagi vilja það. Og kennarar líka að tala það sem er gefandi í starfinu, það að þeir eru alltaf að læra og þeir eru kannski svo stétt sem þarf að læra með mikið vinnu sinni. Það er alltaf komið eitthvað nýtt, ný tækni og það er ný börn og alltaf að læra á börnin og umhverfið og tæknina. Og það eru þetta líka erfitt og álag, en það er það sem er gefandi í starfinu. Þannig að það er þetta sem ætti að vera þessi eðlilega gjafaringrás. Og ef þú ættir nú svo að draga þetta þá saman í einhvers konar niðurstöður? Já, einhvers konar niðurstöður. Það er, ef ég væri ekki tilbaka og verður maður svolítið dapur og það kom náttúrulega alltaf fram, hvort sem bæði beint og óbeint að það er þessi rofna hringrás gjafaskipta, hún virðist eiga sér stað og virka eins og hún á að virka inn í skólastofunni. En út af því, þegar komið út fyrir hana, eða í skólanum sjálfum, skólastofunni sérstaklega, þegar það virkar ekki alveg samt við skólastofundur, þú gefur gjöf, nemandinn hann gefur tilbaka, það er alltaf einhver svona endurgjöf og það er, krakkar vilja læra og svona yfirleitt og sko kennarar líka með nemendur sem vil ekki læra, þeim finnst það líka áskorun og þegar það tekst eitthvað smá og það er þetta slæma umtal líka sem sko að fá slæmt umtal, það skiptir máli og þá er maður berskjaldað þessum kennari ef það er illa að tala um þig og það er kannski einhverjum foreldrar sem ekki sáttir, bara bladra á netinu og það er svona kannski sá sem þessi almanna rómur, hann er óvinur gjafaskipta hringrásarinn sem á að gera alla hamingjusama og gerir alla hamingjusama. Svo er það sem sagt erfitt fólk og það er kannski það sem talar þennan almanna róm, ég veit það ekki. Það er það fólk sem er við foreldrar, er talið erfiða foreldra, erfiðan foreldrahóp, erfitt sem sagt foreldrasamfélag eða auðvelt jákvætt, það er þessi andstæður og ég held að lítill skilningur á störfum þeir tala um það líka. Og það væri sem sagt ákveðin endurgjöf ef sá skilningur væri betri og þeim finnst þeim svolítið einangraðir inn kannski í skólastofunni að fólk veit ekki almennilega það snertir líka lítinn skilning og þá komum við of mikil stýring og nú erum við að falla á tíma. Já, ég er að falla á tíma einmitt of mikil stýring og lítið segjanleiki þannig ef við getum svona tengt oftar en hann gjafaskipta hring, þess að gjafaskipta hringrás, að gefa gjöf, þiggja hana og endurgefa, að þá bara væri lífið pínu auðveldara að vera kennari, nemandi, foreldri og stjórnmálamaður. Ég get sér bara mín lokaorð, reynum að sauma saman hringinn, sko. Takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Og þá ætla ég að stoppa hérna upptökuna sem er aðeins flókið.